mínir og mikið ég þakklátur Drottni fyrir það að fá að þjóna honum með þeirri reisn sem ég hef fengið að gera í gegnum tíðina og mikið ég þakklátur fyrir það að finna fyrir honum alla daga, alltaf og hvaða gleður hann þegar maður tekur sér taki og fyrir að gera það sem hann hefur boðið og þetta hefur nú búið að vera svona hjá mér allar götur. Maður hefur gert það sem Drottinn hefur sagt og veit hvað maður á að gera en samt það nú þannig eins og ég hef nú stundu talað að þá hnippir hann oft í mig. Ég vil þetta alltaf í mig og ég fer af stað. Ég veit það ekki hvernig þetta væri ef hann hnippti ekki í mig þá myndi ég kannski ekki gera þetta eða neitt annað. En hann sér sína og veit að kannski ég maður eins og þarf að svona aðeins hnippt þess að fara af stað en það gildir reyndar ekki mig sjálfan svona prívat. Ég tek mér ýmislegt fyrir hendur og geri það svona þegar ég í stuði og allt saman það en þetta nú kannski meira svona, já ég vil nú ekki kannski segja skylduverk en allavega einhvað sem að svona hvílir á manni að sinna. Það ekki endilega skylduverk þó maður sinni einhverju sem maður veit að maður á að gera. Heldur þetta bara svona að því þetta Drottinn sem á í hlut þá þetta fúsleiki minn og ekkert annað sem fær mig, drífur mig. Og það svolítið annað heldur en allt í þessari veröld í raun og veru. Og þú færð og ég við fáum þessar þakklæti Drottins sem nú aldeilis bara fín laun. Þakklæti Drottins, það geta allir fengið þakklæti Drottins, en það ekki allir sem náði að fá þakklæti Drottins. Til að fá þakklæti Drottins í raun og veru eitt sem gildir, þú gerir vilja hans. Þakklæti Drottins byggir á því að þú sért að vinna það sem hann hefur áður boðið. Gerirðu það? Ég bið það þetta þín vegna að svo sé annars veit ég ekkert það og það ekkert mitt mál að vera neitt að fárast yfir því eða aðtóa með það hvað þú ert að gera. Ég vil bara trúa því að þú sinnir Guðs verkinu alveg eins og ég og margir aðrir hafa gert. Aðalatriðið að ég standi eftir upprétt manneskja og vitandi það að hafa verið að gera það sem að Drottinn bauð og vitandi leið að því ég var að gera vilja Guðs að það sem ég var að gera var rétt. Bara 100% rétt. Og ég held að bæði mér og þér líði ágætlega með það. En sumt sem við höfum gert svona á lífsleiðinni að það var nú ekki allt endilega hárrétt. Þó sömu þetta státi af kannski meira réttlæti heldur en aðrir, það var samt ekkert okkar með allt rétt en það. Við töpuðum nú stundum við að spila í gamla daga. En stundum líka voru við heppin og unnum, þá voru við óbóðslega glöð. En þetta getur gerst í Drottni líka vegna þess að þegar þú gerir verkið í Jesú nafni og hann fær að ráða því frá til þá vinnur þau. Það bara svoleiðis. Þá bara hreinlega sigrar þú, minn elskaði vinur. Af hverju? Af þeirri einföldu ástæðu að lifandi Guð var með. Hann stjórnaði, hann stýrði og veist af hverju? Þú leyfðir honum að stjórna og stýra. Og af hverju gerir það? Að þú þekkir Guð, þú veist að gefa honum bara frjálsan tauminn best fyrir þig. Og ég get bent á mig. Þegar ég að vinna í Jesú nafni, þá get ég bent á mig og ég get bent á mig sem sigurvegara í þá Jesú nafni. Þetta eitt af því sem við þurfum að gæta okkur á. Við gerum það í Jesú nafni og tölum að við séum að gera þetta í þessu Jesú nafni. Og hvað ávinnst með því? Allt. Og þú ert að gefa Drottni allan heiður. Þá minnkar möguleikinn til þess að ég fara að berja mér á brjóst og telja mig mikinn og merkilegan mann sem ég þetta
Ég gef drottni verkin mín og hann mælir með þeim, þú mælir með þeim, fleiri mæla með þeim, þeir sem trúa mæla með þeim, af því þeir vita hvað þessi náungi er að tala. Af hverju vita það? Af því þeir þekkja upp og ofan hvað Biblían er að segja, Nýja testamentið. Og hvernig stendur á því? Þeir eiga trú sem bara fer af stað þegar þú vilt að hún fara á stað í þína þágu til að mynda, til að svona aðeins að grafa ofan í það sem þessi náungi þarna er að segja. Og svo kemur staðfestingin, já, hann er nú í lagi þessi, og hann er nú alveg átt að hlusta á hann. Og það gerir þið öruggari og rólegri. Þannig að við sjáum hvernig sem við lítum á allt, þá er drottinn sá sem þarf að eiga orðastað við. Er þetta ekki of mikið tilætlunum sem að mér að geta borið svona fram á, ekki bara sjá þetta sjálfur? Þú mátt alveg bera þetta sjálfur, en þú hefur leyfi til þess að tala við hann allt, líka þetta. Og ég held að hann verði bara mjög glaður með það þegar þú kemur til hans með einhvað tengt orði sínu til að fá réttlæti fram sem hann veit hvað er. Og þá skal ég segja þér það, og drottinn tekur undir það með mér, að þá ert þú að bera fram réttar, bænir segjum við, á réttum stað. Hann er orðið. Og hver getur svarað orði hans betur en hans sjálfur? Ég held að hann sé ekki til. Þetta er eitt af því sem við eigum að gera, og þetta er eitt af því sem alvöru trú vill kalla fram í hvort sem er mér eða þér, að við séum á þeim stað með okkur sjálfa, að við séum færum að spyrja. Við eigum ekki að vera þeir sem að bara öpum eftir, hugsunarlaust. Páfagaukurinn, fuglinn, fallegi, hann apar upp eftir þér, þú getur kennt honum að segja orð, hann veit sjálfst ekkert hvað hann er að segja. Hann skilur þau ekki, en hann gerir þetta, hann lærir þetta. Hann botnar ekkert í sennilega akkur hann er að þessu, eða akkurju, og hann gaggar þetta alveg út í eitt. Menn voru nú hérna í gamla daga, þeir voru með þessa talandi páfagauk að byrja á því að kenna þeim ykkur ljótorð og hann bara notaði þau, og svo var hann hengdur upp fyrir utan hús og þar var hann gargandi þessi ljótorð alveg bara lón og dón. Ef ykkur sást þá byrjaði hann. Hann hefur sjálfst haldið þetta væri ykkur svakaleg hrósyrði, en auðvitað hlógu menn að þessu allt saman það. Þetta var eitthvað sem að honum var kennt. En það er alveg pottþétt að drottinn kenni þér ekki ykkur andstyggileg orð. Hann kenni þér orð sem að hann hefur sagt, og það er allt falleg orð, það er allt ljúf orð, það er allt uppbyggileg orð, það er allt orð sem að hjartað í þér, þetta trúar hjarta, tekur kipp af og þráir að gera og berst við að gera, tekst á við að gera það sem er vilji Guðs. Og að því að þessi glíma er í gangi og trúin og allt saman er yfir og með, þá getur ekki annað en gott komið út úr því að trúin sigrar alltaf og hún sigrar allt. Sama hvað er, skal trúin sigra það. Og þetta er eitt af því sem að við viljum ná fram með okkur sjálf, og drottinn er svo góður við okkur, hann leyfir þér í þessu tilviki að heyra það sem hann er að tala til mín. Af hverju? Að því drottinn vill að það sé margföldunar áhrif af því sem að fólk hans er að tala. Og þannig er það nú bara, og þú veist það jafnvel og ég, að hann kallar suma til að tala. Hann kallar suma til að kenna. Hann kallar suma til að þjóna, kallar suma til að spila í lofgjörð og vera í lofgjörð og þjónusta þar og svo framvegis. Þetta er allt saman kallanir sem drottinn hefur sett á fólk, og þess vegna raðar hann inn í kirkjuna eins og hann vill, er með það fólk í þjónustu sem hann vill. Þú ætlaðu þér einhvern tímann að fara í þjónustu þannig séð, þér langaði kannski til þess. En svo allt í einu komst í þjónustu. Og þú finnur, þegar þú byrjar að starfa í þjónustunni þinni, að þarna átt þú að vera, þetta er þinn staður í söfnuðinu.
Þannig þú sérð að kallanir eru margar og hver og ein köllun beintengd Guði og hver og ein köllun þarf að hlusta eftir því hvað Guð að segja til að hann geti notað þjón sinn, vin sinn, til þess að gera það sem hann vill og það getur verið ýmislegt. Þú ert með einhverja mannesku einhver staðar í salnum, segjum það, og allt í einu kemur til þín, þetta nú gömul þekkt og þekkt saga svo sem að allt í einu kemur til þín að þú að segja eitthvað við þessa mannesku og þú ferð og segir henni það sem að þér var sagt að segja og í svona 99% tilvika og líklega kannski 100% tilvika þá kveiknar bros hjá viðkomandi því hún kannast við þetta og hún heyrði, hún trúuð manneskja, heyrði að þetta gat ekkert verið neitt nema Guð. Þannig að sjáum við ef við erum hlýðið fólk hvað það er mikilvægt að við leifum skilningavitunum okkar að vera opnum sem tengjast Guði til að hann geti hindrunarlega sagt það sem hann vill segja. Og þegar við erum á þessum stað, þá erum við þjónar hvort fyrir annað, þá erum við fyrir hvort fyrir annað, vegna þess að Drottinn, hann notar hópinn svona. Það er svo margt sem við þurfum að brjótast frá og brjótast í gegn með, til að mynda það að maður hefur oft heyrt á og sjálfsagt hefur maður verið á þeim stað sjálfur að menn svona vita þeir eiga að segja eitthvað til þess og hins en þeir gera það ekki. Það er auðvitað bara hræðilegt að svo skuli vera. En ekkert svo sem við þurfum neitt að vera að hafa áhyggjur af því að hver og einn verður að stíga á fætur og fara þá og gera það verk sem Drottinn er að segja, bæði ég og þú. Þú átt ekkert að þurfa að hafa neinar áhyggjur af því þó ég sé ekki að gera verk Drottins eins og hann vill að ég geri þau. Og ég held þú hafir heldur engar áhyggjur af því. En ég þarf að vera með mig sjálfan á þeim stað að þetta sé bara eitthvað sem ég þrái að gera. Geri ég það? Já, oft geri ég það nú. En ég reyndar ekki einn af þeim, það hefur nú auðvitað komið fyrir, en ég ekki einn af þeim sem Drottinn er mikið að tala til að flytja öðrum ykkur skilaboð. Og mér svo sem alveg saman það, þó það sé ekki og akkur ætti mér ekki að vera saman það, því að Drottinn hefur not fyrir alla. Þá hefur hann bara not fyrir mig á einhverjum öðrum vettvangi og hvað þarf ég eitthvað að vita meira en Drottinn sé að nota mig á þá einhverjum vettvangi fyrir sig. Það nægir mér alveg í sjálfu sér og þannig ætti að nægja þér líka svona prívat fyrir þig. Þannig þetta eitt af því að komast með sjálfan sig á þann stað þar sem þessi hlutir eru bara í lagi. Það forðar okkur frá alls konar pælingum og hugsunum eitt og annað sem að við ættum að gera en gerum ekki. Og þá kom út úr því einhver leiðindi og einhver vonbrigði og ég veit ekki hvað og litli kallinn eða kellingin kemur upp og byrjar að tala litla mannin og litlu konuna niður sem mjög auðvelt í mörgum tilvikum að gera því að oft erum við á þeim stað með okkur sjálfa við erum afskaplega lítil í okkur og svo kemur litli kallinn inn í það og þá verðum við bara agnir ykkur staður út í horni og enginn veit neitt af okkur. Það er ekki vilji Guðs. Hann segir mig og þig að við séum konungssynir og konungsdætur. Og konungssynir og konungsdætur eru nú ekki endilega fólki sem í skjóli af öllum öðrum. Sést ekki. Þetta birtingamyndin bara fyrir alla þjóðina þess vegna. Við sjáum nú bara blessunina hana Elísabetu Englandsdrottningu og hennar fólk. Þetta allt fólk sem í sviðsljósinu. Vill að það. Alveg örugglega ekki alltaf, en þetta bara staðan. Og þú ert konungssonur. Þetta fólk sem börn Elísabetar eru auðvitað drottningur og kongar af því hún á sínum stað. Og það bara fylgir þessari fæðingu, elskaði vinur minn, að verða opinber manneskja. Þannig að við verðum að gæta okkur því sem konungssynir drottins og
já, og drottins. Við þurfum að passa okkur á því að vera ekki á þeim stað með okkur sjálf, að litli kallinn í okkur eða litla kellingin í okkur tala okkur alltaf niður og gera okkur mjög lítið. Ég held að hann alveg vissi að hann tekur þessu alveg svakalega illa maður, segjum við okkur sjálf, og svo höldum við áfram að tölnast á þessari tökku og við gerum ekki neitt. Kannski vissum við það ekki að þessi einstaklega var eiginlega að bíða eftir einhverju frá Guði. Hann var að bíða eftir að heyra eitthvað. Og þegar menn bíða eftir einhverju að heyra eitthvað frá Guði, er ljóst að þeim er sama hver flytur þessi orð. Og hann er með sjálfan sig á þeim stað í trúnni að hann veit þegar drottinn er að tala. Svo kemur þú með þennan þín skilaboð, alveg svoleiðis skjálfandi og allt það. Og það gerist eitthvað. Við sjáum bara, við höfum nú sögur þetta allt í Biblíu. Við munum eftir Jónasi sem að alveg svoleiðis hljóp undan ferðinni til Nínevi eins og frekast gat. Hann reyndi nú bara allt, blessaður Jónas, til þess að gera ekki það sem drottinn var að segja. Hann ætlaði nú bara að flýja til annarra landa og það er svo sem ekkert ný saga. Við höfum nú reynt það svo sem, fleiri en hann. Og hann fer á skip og hann verður allt brjálað á þessu skipi, brjálað veður og vitlaust veður og svo allt í einu komast þeirra því að Jónas er þarna sökudólgurinn, þess að þetta vitlausa veður er vegna hans. Hann tók nú bara undir axlirnar á honum og í lappirnar og hendur honum í sjóinn blessuðum kallinum. Þetta var ekki falleg meðferð á manneskju. En þar kemur mikill og stór hvalur og gleypir hann. Ég er nú þeirra skoðunar að ég trúi því nú bara, þarna hafa nú bara gerst þetta og hafa nú bara verið þessi skepna sem kom, en nú held ég verið eitthvað að svona efast það og sagt eitthvað annað, en ég trúi þessu nú bara eins og þetta kemur fyrir úr bókinni. Og hvað það? Hann er þarna í 3 daga og 3 nætur í maga hvalsins og það kemur fram að hann er að hugsa það ýmislegt. Og þar held ég hann hafa nú átt að sér loksins á því að drottinn var nú bara hreinlega að senda hann vissi þetta nú svona upp ofan. Hann myndi ekki sleppa frá þessu. Þarna líklega tekur hann bara ákvörðun ég klára þetta mál og svo er ég farin. Og hvalurinn strandar þarna í fjörinu og spúur honum út úr sér. Og Jónas veltur þarna upp gapandi ginans og rís á fætur og heldur til Nínevi. Þetta er mjög merkileg saga Jónas og líka svo mikil kennsla það, þetta ströggl í okkur. Það þýðir ekki fyrir mig að fara að tala við þessa fugla þarna í Nínevi, þeir hlusta ekki á mig einu sinni, segir hann eflaust við sig. Við þekkjum þennan. Þetta er sama og gerist þegar við erum búin að fá orð til okkar og það er einhver í sal og við vitum hvert við eigum að fara með það. Jónas vissi alveg hvert hann átti að fara með þetta, myndi það. Og við erum að ströggla við þetta maður og alveg búin að tala okkur svoleiðis niður að við erum bara horfin í sætinu. Og svo verður ekkit úr neinu. En drottinn var ákveðinn í þessu að hann skildi gera þetta. Við sjáum hvernig hann eltist, reynir að hlaupa undan köllun sinni alveg út í eitt. Þetta er þrjóska sem ég veit að þú átt ekki til en Jónas átti til og kannski heldur við þrjóskari þessu þegar upp í staðið. Og hann sem sagt lendir í öllu þessu en gerir verkið og viti menn, bang. Öll borgin var einu minni sem hún lagði sig, frelsaðist. Gekk Guði á hönd. Öll borgin. Og talaði hvað var ekki 150.000 manns. Já, einu vettvangi var þessi borg komin undir náð og miskunn lifandi Guðs. Og þetta er mynd af því að við skulum gera það sem drottinn er að segja þegar hann talar. Og við eigum að geta vita hvað drottinn er að segja, við eigum að geta frætt okkur í orði Guðs og þar er allt það sem drottinn hefur að segja, en hann lætur okkur algjörlega sjálfráða það hvort við förum inn á þessa braut. Og þetta er eitt af því sem að við þessir ágætu kennarar og predikarar gerum. Það er einmitt að okkar hlutverk í raun að vera að hvetja menn að borði drottins og hvað er það? Hvað er þar? Orð Guðs og ekkert annað.
Okkar hlutverk að hvetja menn að borði drottins og svelgja í sig orðið, og ég reyna að það okkar eina hlutverk. Hann, alveg svona hefur gert við mig að stórum hluta, sér að útskýra það orð sem hann að fá fólkinu sjálfur. Það ekki mitt áhyggjuefni og í raun og veru ekki áhyggjuefni. Þegar ég get alveg sagt það, með allri virðingu fyrir öllum sem að tala til mín, að þá að stórum hluta og stærstum hluta hef ég fengið mína opinberun úr orði Guðs bara frá honum sjálfum. Þetta hroki að segja þetta? Sjá sumum allt hroki. Nei, þetta ekki hroki. Þetta bara það sem orð Guð segir. Við vorum að tala Jónas. Hann fékk skilaboð frá hæðum, frá lifandi Guð. Vissi einhver það annar en hann ætti þetta í hjarta sínu að gera þetta. Það stórlega efast ég Ég stórlega efast að hann hafi nefnt þetta við einn einasta mann. Við sjáum, hann á harða hlaupum undan þessu. Og þess vegna það mjög ósennilegt að hann hafi byrjað á því að tala eitthvað þetta við aðra. Akkurri. Þeir myndu segja við hann ég blessaði dreifðu þig maður og gerðu þetta, ég skal koma með þér. Hann forðaðist þetta eins og heitan eldinn. Hann gerði allt sem hann gat til að komast undan þessu en samt slapp hann ekki og ég hygg svona eftir á hyggja að þá hafa hann nú bara verið ósköp þakklátur. Hans ómögulegt að segja hvernig menn taka hlutum. Við sjáum líka þegar hann búinn að vinna þetta verk og hann sér hvað hafði gerst. Þá gengur hann tilbaka alveg svolítið straugfúll og hann leggst undir einhvern þyrnirunna í hita á einhver svakalegur hit úti og það einhver jört sem óksal svakalega hratt og hann gat skilt sig í blöðunum af þessu þessari jört, ég man ekki hvað hann heitir. Og var það ekki ormur sem kom og stakk jörtinu og hún dó og bara blöðin bara visnuð og lágu saman og hann alveg fer að kvarta þessi lifandi ósköp. Og drottinn kemur inn í það og segir, þú ert að kvarta yfir þessu, en þú sérði ekki þessar 150.000 sem vissi ekki mun á hægri hönd sinni og vinstri eða eitthvað í þeim dúr. Og þetta allt lifandi fólk vegna þess að drottinn sagði þetta, ég segi þetta vegna þess að þú fórst þangað. Ég ekki með þetta fyrir framan mig, þannig verið betra skemmtilega að lesa þetta, en þú þekkir þessa sögu eflaust og þetta Jónasar bók og lestu bara Jónasar bók og lærði hann utan að þá ertu með þetta alveg á hreinu. Og það fínasta bók, ég mikið pælt í Jónasi og ég ekkert einn það að pæla í Jónasi vegna þess að þetta svo mögnuð saga. Hún svo mögnuð að því leyti til að hún sýnir svo vel þetta ströggl mitt við Guð. Segðu þetta með mér, mitt við Guð. Að ég alveg á harða hlaupum undan Guði. Ég að ströggla við hann. Og þetta það sem gerist, það sem við vorum að tala áðan, að fólk sem að fá til sín orð og veit að einhver í sal að á þetta orð en gerir ekki orðið. Þetta bara sama og Jónas lenti í. Þetta eitthvað sem við þurfum að deyja. Þetta eitthvað sem við þurfum að fá upp, sem verður að fullvissu í okkur og við bara förum, sumir gera þetta reyndar og kannski flestir. En sumir gera þetta, fara þeir finna þeir eigi að tala og já, uppskera líklega, ég vil nú trúa því í flestum tilvíkum þá uppskerið þeir nú svona, allavega þakklæti og bros, en það getur vel verið að menn taki þessu alveg óstund upp. Það svo vont að reikna menn út. En við sjáum að Jónas tók þetta nú heldur betur óstund upp sem drottinn sagði við hann og bauð honum að flytja. Og meðan að Jónas gerði ekki það sem hann var að beða að gera, þá var í raun stífla í gangi. En drottinn segir að orðið eigi að leka, koma til mín og flæða frá mér.
Hvað merkir þetta? Ég þarf að sinna mínu verki. Þá get ég ekki hugsað eins og Jónas. Því að drottinn Jónas fekk orðin og þar bara stíflaðist og það fór ekkert lengra. Fyrir en eftir öll þessi átök þeirra á milli og þá opnaði sig, flutti það og öll borgin frelsaðist. Drottinn vinnur til gagns. Eins er það með þig, þegar þú ert að fá eitthvað svona til þín, þá skaltu vita að þú ert að vinna til gagns. Þú veist ekkert þetta gagn, en þú mögulega veist að þau ert búin að gera verkið. Alveg svo Jónas, þegar hann var búin að tala, þá sá hann árangurinn. En það breytti ekki því að hann var alveg drullu fúll þegar hann fór. Ef við lesum meira þá sjáum við það að hann var sko aldeilis ekkert í góðu skapi. Þarna sjáum við líka að drottinn getur notað alla. Hann getur notað verstu fýlupúkar sem til er. Þetta ástand á mannin, það skiptir hann engu máli. Hann getur komist fram fyrir þetta allt saman með það sem hann á í manninum. Og hvað á hann í þér? Hann á þig, hann á trúna sem hann gaf þér og á þig þess vegna í gegnum hana. Og hann er að tala við þig, hefur oft talað við þig og þú hefur, trúi ég, oft gert vilja Guðs og kannski ertu komin á þann stað sem ég bið að sé að þú gerir bara vilja Guðs þegar hann kemur. Það er hægt að koma sjálfum sér á þennan stað að bara vilji Guðs verði það sem er ofan á, alltaf, í hver skipti. Þetta er ekki bundið við einn eða tvo menn, þetta er bundið við okkur sem trúum að þekkjum Jesú. Þess vegna þurfum við sem erum á þeim stað að með ekki þá gjöf að tala, hvetja og allt saman það, að gera það. Og hvetja menn að orði Guðs. Við erum ekki bendandi fingur með einhverja skammir uppi. Það er ekki okkar hlutverk. Okkar hlutverk er bara að segja það sem Guð er að segja og gera það sem Guð er að bjóða og þá endum við alltaf í orðinu. Semst að við erum að setja fólk að nægtarborði Guðs og þar tekur hann sjálfur við. Hann við sjáum þessi hvatningarhróp og það allt saman má aldrei þagna. Það verður alltaf að vera í gangi. Það þarf að gerast á hverjum degi og þess vegna er það svo mikilvægt að við séum með þetta á hreinu að vera með einhverja stund frátekna fyrir Guð daglega. Erum við það? Já, segja það nú allir endar en ég veit ekkert um það. Ef að menn segja það, verður mann víst að trúa því að svo sé. En við erum náttúrulega heldur ekki fólki sem ljúgum að sjálfum okkur. Ef við segjumst gera það en erum ekki að gera það, þá sjáum við að við erum bara að ljúga sjálfum okkur. Og það á engin maður að gera. Þá erum við bara legarar að okkur sjálfum. Eða þá svona bara kjarklaust fólk, það getur nú alveg vel verið að við séum þá bara svona kjarklaust fólk, að við þorum ekki, við ekki, nei, ég vil ekki svona hálfa natunum við þetta. Og akkur ekki? Akkur bara ekki að segja það? Það er ekkert bannað að segja það. Ég er alveg maður til að taka því allavega og skipti mér í raun ekkert af því hvernig menn svara einu og öðru, en er ég svo sem ekkert mikið í það að spyrja menn út í þetta. Því það er bara verður hvort eða hver og einn að eiga við sína trú og drottinn er alveg einfærum að eiga við þennan og hinn, hann á við mig á hverjum degi og ferst það ágætlega úr hendi. Hann vil gera sama við þig og fyrir þig og í þér og með þér. En hann vill að þú leitir til sín og það er hluti af þessu öllu saman að byggja það upp í þér og í mér sem að bara sjálfkrafa leitar Guðs. Þetta er allt saman ferli. Þetta er ferli sem styrkist og vex af því að þú ert að gera það sem Guð er að bjóða og gerir það á hverjum degi. Það er algjört skilyrði. Þannig að við sem að tölum svona og törnlustum á þessu erum ekkert að törnlast út í loftið. Þetta er bara lífið sjálft. Þetta er nauðsynlegt trúnni og þeir tímar eru upp í dag að við þurfum sem aldrei fyrr að vera með þessa þætti á hreinu. Við sjáum að við sem erum sendir til að tala erum ekki Jónas sem er bara á flótta alveg endalaust. Með alls konar hugsunar uppi með hver aldrei hlusta á þetta maður.
Ég er ekkert að tala við þetta lið maður. Við vitum ekkert það. Nema við reynum það. Það getur vel verið ekki takt að tala við þetta lið. En þú veist alveg 100% þegar þú lætur á það að reyna. Við sjáum þessa sögu að loksins fékkst hann til þess að láta á þetta að reyna og hvað uppskar hann? Borg, heila borg, frelsast á sama andartæki. Líklegt á þess að ég viti það reyndar, að þetta sé eina sagan sem til þar sem slíkt kraftaverk gerist á svo mörgum. Og Jónas vinur okkar, flóttadýri Jónas, maðurinn sem kom þessu til leiðar. Í auðvitað Guð kom því til leiðar, en maðurinn Jónas þurfti að fara. Það var þá sem þetta streymdi frá honum. Hefði hann ekki farið, þá sat þetta eftir í honum, þess vegna til dauðadags. Við erum farvegur fyrir orð Guðs og þannig talar orðið, að við séum farvegur fyrir orð Guðs. Og það er ekki bara notalegt. Þú ert farvegur fyrir orð Guðs, ekki að líta smáum augum á sjálfa þig og sjálfa. Og við eigum að bara vera karlmannleg, já, hvort sem við erum konur að kalla. Karlmannlegur bara að vera styrk manneskja. Við eigum að vera þetta. En við þurfum að byggja þetta upp í okkur. Og þá erum við að svæla litla kallin eða litlu kellinguna í okkur út í horn, æ meira. Og svo litli kallin og litla kellingin alveg svoleiðis bara króuð af og hún reynir bara að koma sér út og farið yfir fé betur. Þannig að hún mun ekki, þegar hún farin út, eða litli kallin eða litla kellingin, þá náttúrulega alveg ljóst að hún mun ekkit bögga okkur meira. Eins og ég sagði áðan, þá hefur farið fé betra. Þetta það sem við eigum að gera. Þannig eigum við að byggja okkur upp í Jesú nafni og Jesú nafn algjörlega einfalt þetta. Það ekkert nema Jesú nafn sem tekst á við þessa þætti og þess vegna líka fékkstu orðið. Það orðið hérna til að vinna ákveðið verk. Trúin til staðar, náðin yfir, þú ert hólpin manneskja. Þetta eitt af því sem Drottinn hefur sýnt mér. En orðið eftir, orðið inn í daginn og ég hvort sem ég líkar það betur að við, inn í þessum degi. Og þar alltaf einhvað til að fást við og kljást við og glíma við. Alltaf einhvað. Og það sem betur fyrir langt síðan ég gerði mig það ljóst að mér myndi aldrei losna við þetta. Þannig að sigurinn liggur í því að þú sigri hvern dag fyrir sig. Hann bara það. Þú vinnur hvern dag, sigur fyrir hvern dag. Og svo líða vikurnar, svo líða mánuðin, svo líða árin. Og allt eru komið 30 ár í raun og veru á þessum stað. Hver dagur fyrir sig. Þetta alveg stórkostleg uppgötun þegar maður kemst á þennan stað að ok, ég þarf að sigra þennan dag og ég ætla að láta þennan dag nægja hvað þetta varðar. Hvað gerist á morgun veit ég ekki. Þetta hyggni vinir mínir að hugsa og tala svona. Því að þú veist ekkert hvað morgundagurinn ber í skauti sér og þú veist í raun og veru ekkert nema það sem að gerast í kringu þig. Svo þröngur nú stakkurinn að þessu leyti. Hins vegar veistu allt það sem hefur gerst, en það hefur gerst. Það getur ekki gerst aftur. Það eitthvað nýtt sem gerist, það getur verið svipað á því og allt saman það, en það ekki sama. Þetta góð hugsun og þetta hugsun sem Drottinn vill drífa upp í okkur og setja okkur á þann stað að við séum bara í deginum. Lifum daginn, meðtökum daginn og erum opin fyrir Guði, þá heyrum við honum og hann hefur fengið að byggja okkur þannig upp í gegnum orð sitt að fúsleikin til staðar. Skóaðir, skóaðir á fótum fúsleika, ég man ekki hvernig þetta en þú veist hvernig þetta Þetta allt saman í Biblíunni. Þetta allt vegna þess að við erum að gera þess að Guð að bjóða.
Og svo förum við að vilja gera þetta. Og þá erum við nú aldeilis komin á fínan stað þegar við förum að vilja gera þetta. Svo förum við að vilja og þrá. Þá erum við, kannski loksins, þessa öflugu trú sem við þráum svo mjög að eiga. Og þú getur verið þessi manneskja, hvað sem þú hefur verið, kannski varstu litla kellingin alltaf, ég veit nú ekki hvort þú sem veit það, því nú ekkert að vera að tala við þennan maður, það er ekkert til mig að tala við þennan. Þetta er náttúrulega auðvitað bara ráng. Auðvitað tölum við bara við fólk sem að Drottinn er að bjóða okkur að tala við. Hann vill það. Jónas vildi það ekki, en hann vildi það og fekk sínu fram. Og við sáum nú heldur betur fallega návöxt sem að Jónas fekk upp í fangið og hann sæði það reyndar ekki sjálfur. Eins og ég var að segja á þann og þú getur lesið það líka í Jónas, sögu Jónas, hann var alveg bara ekki trefin af þessu. Og þá kemur upp þessi spurning yndislega, hver skilur þetta manns hjarta? Stundum er ekki nokkur einasta leið að gleðja og nokkur einasta mann að manni finnst. Af hverju? Ég veit það ekki. Ég veit að bara Drottinn er Guð og Drottinn er Guðinn sem að gefur okkur það sem við þurfum. Þetta er staðar þegar við þurfum á honum að halda, sem er oft, og gerir þau verk sem þarf til þess að eitthvað breytist hjá okkur. Hver gefur þessa hugarfarsbreytingu sem við þekkjum vonandi væntanlega? Annar en Guð. Þegar allt í einu þú ert hættur og hætt að gera eitthvað sem þú hefur alltaf gert og þú meira þess að áttar þig ekki á því einu sinni alltaf og þú sért hætt þess að þú áttar þig kannski ekki á því fyrir nokkur vikum seinna. Hei, ég er alveg hættur að gera þetta. Ég man alltaf eftir því sem að þegar ég var að frelsast þá var ég nú alveg svakalegur bölvari. Ég veit þú trúir ekki, en ég var það. Mér tók eftir þessu. Og það var bara fyrst að bara frelsunni kom og svo fór þetta bara líka. En ég fattaði ekki þetta, að ég var hættur þessu, fyrir eitthvað 2 eða 3 mánuði seinna. Þá allt í einu heyrðu, væni minn, hvað var það þessu? Það er bara farið. Og ég saknaði þess ekki neitt auðvitað þegar ég fór bara að nota alls konar orð í staðinn sem voru miklu betri. Þannig þó þú sleppir þessu ragni öllu og þessu ljótu orðum, þá bara kom eitthvað betri orði í staðin sem passa inn í samræðurnar á miklu fallegri hátt og viðeigandi hátt. Þetta bölv og ragn, þetta er bara lítið á málinu og getur alveg orðið lítið á manneski ef úti það er farið. Fyrir eftir í þetta hvernig menn sjá þessi mál en þetta er í raun og veru bara lítið. Þetta er ekkit fallegt málfar, bölv og ragn, það er svo margir sem eru að nota þetta. Af hverju? Ég veit það ekki. Það er svo margt sem ég veit ekki. En ég veit bara að ég var þessi manneskja og ég hætti þessu og Guð tók þetta frá mér og ég sá og viðurkenndi, heyrðu, þetta er bara miklu betra. Hvað er maður að burðast með svona einhver óhreinindi? Þetta er bara óhreinindi í munni. Drottinn við hreinsaði þetta allt. Drottinn er ekki bara eitthvað eitt. Hann er allt sem má verða þér til góðs. Hvað sem er. Hann breytir svona augljósum löstum og veistu af hverju? Í og með vegna þess að hann ætlar að sýna þig svona ákveðin hátt sem sinn mann. Og aftur sjáum við það að hann gerir það sem þarf. Ég á engan þátt í þessu. Eins og ég var að segja á þann að ég vissum við fatta þetta raunverulega ekki fyrir eftir 2-3 mánuði og þetta hefur gerst eftir þetta. Það var ég mann og reyndar ekki hvað það var en það var einhvað sem ég var alltaf að gera og svo var ég hættur því og ég fattaði ekki fyrir löngu setna að ég væri hættur þessu. En það skiptir engu máli en samt gott að sjá þetta. Maður sá þetta ekki að því maður var hættur að hugsa þetta. Svo allt í einu var bara hnift í mann og já, heyrðu, ég er alveg hættur þessum að takk Guð, sagði ég við þá. Og það er allt í lagi að þó að þakka eftir á. Og svo við förum aftur út í þá sálma þegar ég hætti að drekka á sínu tíma
að þá gerðist eitthvað stórkostlegt. En ég vissi ekki hvað það var sem gerðist. Ég þekkti ekki Guð þá. En ég man bara að frá því andartaki þá byrjaði ég að þakka. Hverju var ég að þakka? Það hef ég ekki hugmynd um. Ég vissi ekkert hvað hafði gerst þannig séð. Ég vissi bara að þetta var staðan, að ég myndi aldrei nota aftur áfengi. Og svo líður og býður og alls konar í gangi og svo frelsast ég. Hei, þá bara skunda ég aftur til dagsins þar sem ég hætti að drekka. Hei, þetta var drottinn maður. Síðan hef ég þakkað drottni. Og lengi vel leið ekki svo dagur að ég þakka honum ekki. Ég hafði reyndar alltaf þakkað, en núna vissi ég hverjum ég var að þakka og síðan hef ég nefnt nafni Jesús og ég stend mér nú enn að því eftir 30 ár eða 40 ár maður, 40 ár, rúmlega 40 ár, að ég þakka þetta ennþá. Af hverju? Af því þetta var ljótt líf. Ég þakkaði fyrir það að ég var ekki lengur í þessu ljóta lífi. Og ég er ekki einn um þetta. Það eru margir á sama staði í dag að fremja margt ljótt undir áhrifum þessara vímu gjafa. Þeir vita hvað þakklætið kemur upp þegar að þeir eru lausir. Margir hafa losnað. Það veit ég. Og ég trúi því að margir af þessu ágæta fólki eigi eftir að losna. Og það er bænarefnið mitt, hefur verið bænarefnið mitt síðan ég frelsaðist í raun og veru, og það er ennþá bænarefnið mitt að margir eigi eftir að losna úr þessum helgreipum áfengis og vímuefna í Jesú nafni. En við erum búin að tala í einhvern tíma eða ekki, er ég kannski búin að tala allt og lengi? Æ, þú viðurkennir það ekki, það er gott. Góður strákur. En Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki drottins áfram.